Þingvallanefnd samþykkti stefnumörkun fyrir 20 árum sem felur í sér að engir lóðasamningar við sumarhúsaeigendur verði endurnýjaðir nema til 10 ára. Stefnt skuli að því að kaupa upp öll sumarhús innan þjóðgarðsins. Þá vildi nefndin einnig banna allar girðingar einstaka bústaði, líkt og gerðar hafi verið tillögur núna. Hjörleifur Guttormsson, sem hafði frumkvæði að þeirri stefnumörkun, furðar sig á nýbyggingum inn á svæðinu, þyrluumferð með steypu og girðingum niður að vatnsborðinu. Hann segir að mál sumarhúsanna hafi verið í ólestri strax árið 1980 og menn verið almennt sammála að einkabústaðir ættu ekki heima innan þjóðgarðsins. Sko það var ekki einu sinna mörkin milli einstakra bústaða væri ljós, þannig að menn voru þarna í hörðum deilum innbyrðis hvað lóðamörk væru, og það tók okkur mörg ár með aðstoð lögfræðings og tæknimanna að skilgreina hina einstöku samninga sem lágu þarna fyrir, þannig að væri hægt að ganga í málið og afgreiða þá, bæði að setja inn ný ákvæðin með skýrum hætti þessi 10 ár sem væri þá mörkin og fleira, vegalagning og annað var þarna. Þannig að þetta upptók Þingvallanefnd, þetta tók mikinn tíma hennar, og ég býst við að það hefði verið meir og minna síðan að þessi einkamál sumarbústaðeigenda hafi verið fyrirferðarmikil á borði nefndarinnar. Og þessu þarf auðvitað að linna, og því linnir ekki almennt séð nema með því að hverfa frá þessari stefnu og tryggja að þjóðgarðslandið verði laust við sumarbústaði og allt land undir stjórn Þingvallanefndar, þar á meðal í Kárastaðalandi.